Viska til frelsis, 38. kafli, trúarbrögð og andleg málefni. Æðsta markmið hverrar manneskju að lokum að frelsa sjálfan sig frá blekkingum og óttanum sem eru hluti af hinu jarneska lífi. Opnaðu augun fyrir sannleikanum og ýttu óttanum úr brjósti þínu og taktu inn kærleika Guðs. Hreinsaðu hugan af neikvæðum og illum hugsunum og lærðu að vera jákvæður og kærleiksríkur í þinn garð og annarra. Það eru margar leiðir að þessu marki en í grunninn það hver og einn sem þarf að frelsa sjálfan sig frá þjáningunum. Í raun eru allir að leita þessari frelsun hver á sinn hátt og nota til þess margar leiðir. Margir leita til kirkjunar og í kirkjulegt starf til að leita að Guði og frelsun á meðan aðri leita í andleg málefni og til andlegra kennara og lesa andlega bækur og annað efni. Svo virðist sem þessar tvær leiðir séu í andstöðu hvor við aðra. Kirkjan hefur haft á skoðun og þeir sem sækja kirkjuna að andleg málefni séu af hinu illa og margir eru þeirra skoðunar að þarna sé kölski sjálfur að verki að afvegaleiða sálirnar í eilífa glötun. Á sama hátt eru margir þeirra skoðunar sem eru nýbyrjaðir að leita í andleg málefni að þeir sem sækja kirkjuna tilheyri sértrúarhópi en í raun á allt rétt á sér og allt til að hjálpa sálinni áfram í andlegan þroska. Það ekki sjálfgefið að fólk nái árangri í gegnum kirkjuna nýja í andlegu starfi. Sá sem ekki tilbúin að ganga hinn andlega veg kemst ekki áfram. Það undir hverjum og einum komið hvernig honum muni ganga á sinni vegferð. Sá sem tilbúin og hefur sterka trú mun upplifa Guðsorkuna að lokum í hjarta sínu. Sá sem efast mun ekki ná því marki. Hvora leiðina sem þú velur þá skaltu ávallt varast á kennslu og leiðsögn sem dregur huga þinn frá þínu innra sjálfi. Þessi andlega för á sér stað innra með þér og hvergi annar staðar. Hver sá sem setur trúarleiðtoga eða andlegan kennara á stall hefur dregið einbeitinguna sína frá sjálfum sér og það ekki leiðin til árangurs. Trúarleiðtogi og eða andlegu kennari leiðbeina þér stund og síðan það þitt að vinna verkið innra með þér. Sannur andlegu kennari sá sem miðlar eigin reynslu af eigin för. Trúarleg starf opnar augu fólks fyrir því að það eitthvað meira og eitthvað annað en hið jarneska líf. Þetta gefur fólki von, trú og löngun til að halda áfram leit sinni að kærleika og sannleika. Það þarf í raun engan millilið í tengingu sinni við Guð. Þú upplifir kærleika hans í hjarta þínu og líkama. Þú þarft að lokum engan andlegan kennaran í prest til að upplifa það. Þegar þú hefur upplifað þá þarftu ekki að trúa lengur. Trúin hefur breyst í upplifun sem hinn eini sanni sannleikur. Sá sem vaknað hefur til sjálfsmeðvitundar og hækkað hefur meðvitund sína í Guðsorkuna frjáls og leitar engra svara því það eru engar spurningar. Hann skynjar viskuna í brjósti sínu og hefur öðlast djúpan skilning á sjálfum sér og öðrum og för sálarinnar frá lífi til lífs. Hafa ber í huga að kirkjan og kirkjulegt starf mannanna tilbúningur og ekki af Guði gerð. Sá sem talar við Guð frá hjarta sínu sem lítið saklaust barn bænheyrður og fyrir honum hliðið opið. Eitt víst, að lokum munu allir opna augu sín fyrir sannleikanum og opna hjarta sitt fyrir kærleikanum. Dæmum ekki aðra því það engin ein leið, hin sanna leið. Það eru margar leiðir að markinu og hver og einn velur sér þá leið sem honum hentar. Lærðu að umbera aðra og nálgastu þá af kærleika og hlýju. Þannig þroskar þú sjálfan þig og hjálpar sjálfum þér að öðlast hærri meðvitund og komast nær markinu. Sá sem dæmir verður dæmdur og það leiðir ekki af sér andlegan þroska né hærri meðvitund. Slíkt hugafar dregur úr för þinni og hægir á. Mundu að sál þín eilíf og hluti af öllu sem Þegar þú dæmir aðra ertu að dæma sjálfan þig. Hjálpaðu öðrum og miðlaðu þeirri reynslu sem þú hefur öðlast á þinni för og vegferð. Sú leið öllum til framdráttar.